leiknum í Lengjubikar A-deild og það eru Þór Káa og FH sem að mætast. Og nú er góður tími til þess að hringja heim og minna fólk á að leikurinn er að byrja. Við gestarna þannig skipa nr. 20 Aníta Guðmundsdóttir, nr. 7 Erna Guðrún Magnúsdóttir, nr. 8 Guðný Árnadóttir, nr. 10 Selma Björgvinsdóttir, nr. 11 Firmin Halla Magnúsdóttir, nr. 14 María Selma Hansetta, nr. 19 Helena Ósk Hálfdanadóttir, nr. 20
Æsa kemur með hann upp í horn. En F-fáingur bjargaði í innkast. Fyrirgefðu og það er þessi ágætis færi, en hún var ekki að skapa það boltan. Árættileikur endar út á hægri kanti sem Rut fyrir baráttu við kantmannafæðingarna og kemur sterkari út í því. Þetta er aftur og þetta er brot, skarpt brot. Æðilega klikka hérna í byrjun og mjög góð færum. Já. Hvað við erum að fá færi á þessi tímatána. Það er nokkuð vel að staða til eitthvað. Líka á makkarins. En við skotum frá þetta Kemur flottan. Mjög góð bolti.
Sandra fer fram hjá markmannum. Hulda. Skítusöng. Það Hulda Ósk. Sandra heppin hana. Það var eitthvað fljóttan hana. Þannig að FH komið aftur í sókn. Sækja upp vinstri kantinn. Spila honum tilbaka. Aftur í varnarlínuna. Við erum búin að vinna hann. Margrét skallar niður fyrir Huldu, þarna þetta er vel gert. Hulda með flotta sendingu inn fyrir Rósa Söndru. Aðeins og stutt. Aðeins og stutt. Og FH-ingar vinna innkast. Vel gert hjá FH-ingum hana. Klárt peysutók, en lætur leikinn halda áfram, sem kannski var ágætt, við fengum fína fyrirgjöf hana. Hulda Björk í skot og þetta er framhjá. Vilji stoppa leikinn. Já, þetta er rétt, samkvæmt reglum þá er þetta guldspjald. FH múin að brjóta nokkuð oft af sér hérna í byrjun. Já, enda eru við aðeins feskari og virðist vera að hafa feskari fætur. Já, alltaf skrifin og undan. Og samkvæmt lagarins bókstaf þá er peysutók guldspjald. Við líklega ekki að því. Það er markvinna frá FH. Kemur langur bolti, Lára lesa þetta vel, kemur boltanum Andru. Andru reynir að senda hann út af boltin, það er stungusending frá FH. Lilja er mætt þarna, Rut fær hann. Flott pressa frá Bryndísi Hrönn. Rakkar spyrnunum beint upp í loftið, þannig að FH innkast stórhættulega stað. Og ennþá stórhættulega stað núna. Það er hægri bak fyrir FH sem skokkar fram, Ingibjörg. Gerir sér líklegt til að taka þetta. Sem og hún gerir. Og það fikar sér nær. Það er kannski reyna að vinna sér inn horn. Ingibjörg með innkast. Og loksins fær Þórká á boltan. Sandra María. Nei, þetta var ekki nógulega gert. En klöfuskapur FH og við fáum innkastið. Nei, þetta var ekki spes. FH fær boltan hérna. Selma með hann út á Bryndísi. Bryndís kemur með hann inn í. Og það er Lára enn einu sinni. Og Lára kemur til innkast. FH-ingar búin að vera með fína pressu hérna undanfarið. Já, það vantar eitthvað bit hann inn í teigjaðum. Sem boltar sigla bara yfir teginn á þess að nokkuð snerta hann. Já, það eru líka oft alltaf fáar. Oft bara eina eða tvær. Já. Vantar á að keyra inn í þeim. Það ljótt hafa lagt upp með það að halda þéttri vörn. Sækja fáum. En hérna er Lilji, hérna með frábæran bolta og sendur. Nei, Sandra tók þessa ákvörðun bara. Þetta er vel spilað hjá markmanni Anítu. Markmanni FH, Anítu Dögg. Flott veggsending hann og gæti tekið hann upp. Gæti tekið hann upp þá. Það veit maður að sjá meira af. En þarna við sjáum Söndrur er að taka hann bara á hraðanum. Hún ætlaði að reyna að lesa þetta og fara hinum megin við hann eitthvað. En hefði líklega getað tekið hann bara á hraðanum. Bryndís Lára
Kemur boltanum fram. Hulda á Æsu, þetta vel gert. Nú fjóra Rakel komin inn líka vinstra megin. Rakel fær ekki boltan, Sandra fær hann. Aníta í vandræðum og það flaggur rangstað á Söndru. Klaufalegt. Já, fínn bolti hann á Æsu. Ekki vissum þetta hafi rétt ákvörðun en við sjáum það ekki nógu vel hérna. Við treystum skillegum línuverði leiksins fyrir þessu. Ásgeir Þorvaldsgeirssyni sem aðstoðardómari 1 og Halldór Vilhelmsson aðstoðardómari 2. Rakel skallar boltann beint á Selmu sem snýr, kemur svo með sendingu fram. Títnefnd Lára vinnur boltan þar en missa hann snart aftur. Erna Guðrún kemur svo með sendingu til hægri en Rut vinnur hann, finnur Rakel og enn einu sinni getur við brekka rætt. Rakel með sendingu, glæsileg sending á Huldu. Góður skúningur. Hulda komin í döðafæri. Voru að klára þetta? Nei, en hún verður of lengi að þessu. Já. Vel gert hjá varnarmönnum FH. Lætur sér detta þarna og vilja ætla hann spjaldan með leikarskap. Nei, annars er það með víti. Það er vítaspyrna. Hann var lengi að þessu. Já. Virtist eitthvað hafa átt orðaskipti við aðstoðardómarann? Verðum við ekki að gefa okkur það að hann hafi fengið þetta frá aðstoðardómaranum? Jú, hann allan leit út fyrir það. Belti svona óöruggur á punktinn og aðstoðardómarinn kinkaði kolli. Þannig að reiknum með aðstoðardómarinn hafi dæmt þetta. Hún er umdöfð að taka víti, þannig við þurfum að skipta verið það. Sandra með vítið og það er framhjá. Ætlaði að reyna að setja hann í hægra hornið en fer rétt framhjá. Já. Ég gerði mig bara góðan inn í tæknideildinni og misti af því en tel mig góðan að hafa mistað vítinu. Annað dauðafæri í leiknum sem Sandra klúðrar. Tæknilega mjög mikið að stríða mér hérna. Ég var að sína gamla endursýningu meðan hún var að taka vitið. Þannig að ég byrst árandur afsökunar því. Þú varst bara því? Ég var bara því. Já. En góð press á F-fæðingum. Ég er góðu vinur Söndru, þannig að hún áttar að þakka mig fyrir þetta. Menn misti allan ekki miklu. Nei, hún mistu af frekar lélegu víti framhjá. En Bryndís er með boltan. Sterk press á sóknarmenn FH. En ætli þetta hafi ekki bara verið sanngjarnt í lokin. Jú. Virkaði ekki víti og Fannst vildi að detta fullu auðvitað. En aftur mútum við línuverðinu með betra view á deildina en við. já, hlýtur að sé eitthvað sem við sáum ekki. Hér er F-fæðingar með innkast. Hörku árekstur hana. Það er hotspinna. Það er takað stutt. Komum boltan fyrir. Þetta Þarna var Þór Káa bara hefnar að sóknarmenn hitt hann ekki betur. Þór Káa mjög hefnar þarna. Já, það voru svoandi á verðinum og F-fæðingar tók þetta stutt og komið með hann snöggt inn í þegar allur pakkin í F-fá var að keyra á fullu inn
á meðan varnarmenn Þór Káa voru að reyna að koma sér fyrir. Góð tækling hjá Lilý. Vel gert hjá Huldu þarna. Sjáum hérna hótspennuna aftur. Það boltinn í það. Vantar aðeins meiri kraft í sóknarmann FH þarna. Hikaði þarna rétt á hann aðeins. Og Bryndís með boltann tilbaka. Lára ber hann upp. Engin hreyfing hjá Þór Káa, hún veit ekki hvernig hún finnur Æsu samt. Æsa tilbaka á Láru. Andra galopinn á miðunni. Fær hann ekki, Æsa fær hann. Finnur þetta vel leyst. Mjög vel spilað þarna. Það Hulda Ósk og með fyrirgjöf en við fáum hotspinnu. ...25 mínútur liðnar, 1-0 fyrir Þór Káa. Sem eru búin að vera svona aðeins betri í leiknum allavega. Aðeins sterkari aðalinn. Það eru klárlega sterkari aðalinn en þó FH hefur nú verið að sækja þessi í sig veðri hérna síðustu mínútur og hafa verið að fá færi. Já, FH voru hættulegar á skyndisóknum. Það Rakel stekkur hotspinnuna, þetta flott hotspinna, Lilý í baráttunni, nei. FH okkar skellur til burtu. Rakel fær annað tækifæri, setur hann hérna og aftur þetta flottu bolti, Anita kýlar hann í burtu, þetta gerir hann það vel. Og Rut vinnur hann hérna réttur utan teik og kemur gott skot og þetta er mark. Þetta er vel gert Rut. Mjög vel gert. Verða þeim svo að setja spurningamörku stöðun á markmanninu þarna. Já, hún hérna kýldi boltanum vel og var svo bara föst í öðru horninu. Já. Það er eins og hún hafi ekki alveg vitað hvar hún stóð. Sjáum þetta hérna aftur. Rut vinnur boltan. Kemur skot. Hún hefur bara ekki hugmynd hvað stendur markmaðurinn. Nei. En Rut nýtt sér það. Já, sett hann bara í fjær. Markmaðurinn stóð í nær. Staða því 2-0. Vel unni hjá FH-ingum hérna og hérna koma þær. Boltinn út hægra megin. Komin inn í teig, ekki með fínt skot, en það er reynd á markmanninn okkar. Já. FH búin að gera sér líklega til að skora í hvert skipti sem við skorum eða klúður í vítaspyrnum. Það bruna beint í sókn á, komast í góð færi. Nei, Rut markar skólan eitthvað með stór hættulega sendingu beint á FH sem átt skot á markið en það er yfir. Hérna erum við aðeins að leika okkur á eldinum. Sjáum þetta aftur hérna Rut sendinguna og þetta er bara fínasta færi en Bryndís var með þetta allan tíman. Já, beint á hana en rétt yfir. Já, FH þjálfarinn pantaði þetta innkast. Mjög ákveðinn við dómarana. Hann er búinn að láta vel í sér þeirra. Og við vinnum boltan Hulda er búinn að vera gríðarlega frísk á hægri kantinum. Og enn eitt brotið, þetta er gullspjald, það er klárt. Það er leikmaður númer 11 sem vinnur sinn þetta gullspjald, það er fyrirliðinn Halla Mannastóttir. Halla er mikill reynslubolti. Skynsamlegt brot. Ég er að koma tilbaka frá IR eftir að hafa verið 8 ára í FH. Tók hún eitt tímabil með IR í viðsettunni.
Það er Rakel sem spyrnir og þetta er flottur bolti. Sandra María með veikan skalla sem Anita grípur öðlega. F-ingar vilja spila út í vörðinni, það er aðdáunarvert. Góð pressa þarna í Andríu. Já, smá barða hérna að fanga á afturinnkast. Nei. Lítið fyrir þessu og Þór K. afturinnkast. Það er Rakel sem tekur það. Rut fær hann. Lili Alein. Skiptir hann yfir Láru. Lára á Huldu Björg. Við verðum að sækja meira pæra minn. Ætli það sé uppleggi eða ætli það hafi fundið það út að það væri þægilega. Það er spurning. Í fyrstu 3 sóknina minnum við, svona í byrjunleiks, þá fórum við bara vinstra megin. Já, mér finnst það líklega að við höfum lagt upp með það sem við erum með önnur Rakel og Söndru þar. En spurning hvort það hafi fundið út að vinstri bakvörðin sé veikari en hægri. Það geti verið. Og þá er að gera nýta það og fá svo bara Söndru og önnur Rakel inn í. En það er markinu. Æsa setur hann ennum við hotn. Hulda og skeltir. Fá setur boltan í innkast. Hulda komur aftur, Hulda missir hann þó út af. F.A. fann innkastið. F.A. reynir hann skemmtilega hælspyrnu, virkar ekki. Æsa vinnur hann, setur hann á Huldu, Hulda inn fyrir. En F.A. kemur hættunni frá. Og það er hröð skyndisókn núna. Erna Guðrún með boltan. Finnur Selmu. Selma tilbaka og skipta boltanum yfir til vinstri á Karlínu. Nær honum. Kemur með góða sendingu fyrir eða hvað. Þetta er frábær sending. En annar Rakel er þarna. Og aftur vantar bara smá kraft í F-fangana til að klára þetta. Já, þær eru skrefin á eftir í mörgu sem þær gerir í dag og vantar oft fleiri menn inn í boxi þegar þeir eru að koma á það sóknarlega. Já, og vantar smá trú á því að boltinn sé að koma til þeirra. F.A. koma aftur með boltan hérna. Bryndís reynir sendingu inn fyrir en Lilja er þar. Andrea fær hana með henni. Já, F.A. er aðeins að vakna til lífsins sem fyrir. Það er komið smá líf í þeirra leik. Það komin aðeins meir kraftur í þetta hjá þeim. Það var svona pínu sofandi yfir þessi byrjun hjá þeim. Frábært touch hérna Huldu. Finnur önnur Rakel vinstra megin. Anna, ég myndi bara chippaði markmann hana. Nei, hún kemur flott skot. Og það er varið. Hulda reynir að setja niður á vinstri löppina. Eða setja niður á vinstri löppina og reynir að skjóta þar. En allt kemur fyrir ekki. Það voru hann á 2-3 sem vildu fá boltan í staðinn en markið kallaði aðeins hærra heldur en liðsfélagarnir. Gerir það oft eða ekki? Jú, það gerist. Annar Rakel með hotspyrna. Við erum ekki nógu grimmar í hotspyrnunum, þetta eru flotta spyrnur. En Sandra, já. Sandra vilja verið að stuða einu sem var með hættar hennu. Já. Ég sá ekki betur en að Sandra hefði tekið síðasta touchið. Sýndist það líka og F.A.-stelpunar eru sammála okkur. Þetta var eitthvað á milli Villa og Söndru sem fór fram með okkur. Þá var hotn, hver er að taka þetta hotn?
Allir sérðu það? Það er Andrea. Andrea tekur hodnið hérna inn. Spyrnum aðgóður. Það er klaps í teiknum og það er mark. Aftur, Hulda með sitt annað mark. Aftur Hulda Ósk. Staðan orðið 3-0, það er rétt rúmar 10 mínútur eftir að fyrirháleik. Sjáum hérna hotspinnuna frá Andreu. Það er eitthvað klaps í teiknum. Lili póstar einhverju út hérna. Boltinn best á til Huldu sem þarf ekki að mikið fyrir þessu. Nei. Rennur hérna í markið af mjög stuttu færi. Fínt mark. Bara átt að bara inn í teiknum sem skilaði þessu. Það er bara svoleiðis. Staðan orðið 0. Hulda kom með 2 mörk. Góð tæklingu Livi. Alveg tæklingu hérna. Svona eiga nokkra svona. Og það er Ingibjörg með innkastið. Já, Halla heldur boltanum vel. Finnur Guðni í vörninni. Guðni út á vinstri bakvörðinn. Hún bara með hörkuskot sem Bryndís vel. Vel varið. María Selma. Stórhættulegt skot. Virkilega vel varið. Sko sjá það aftur hérna. María Selma með flott skot. Þetta er vel varið hjá Bryndís í Láru. Hörkumörkasla. Bryndís Lára að koma til Þór Káa eftir einhver 8 ár í Vestmannaeyjum sem lykilmaður þar. Og hotspinnan frá FH og það er skalli en hann er veikur. Það er ekki vinstri bakvörðurinn aftur. Það var vinstri bakvörðurinn María Selma. Anna Rakel komið með hann. Sendar þetta tilbaka á Rut. Rut fær hann alveg yfir á Láru. Lára kemur með langan upp. Finnur Huldu. Hulda nær að snúa. En nær ekki sendingunni í bjóð. Fangur koma þessu framar. Það er Lára sem vinnur skallan. Lára fær hann aftur. Kemur hann á Huldu. Nei, þarna hefði Huldu átt að skipta honum á Rakel. Já, alein á vinstri kantinum. Fá komið með hann. Það er langur bolti að vera Bryndísi en Rutt sér við þessu. Þetta er fínn bolti hjá Selmu. En Æsa kemur boltanum til Bryndísar sem neglar hann með loft. Það fær innkast. Fangarnir virka fínir sóknarlega en það er eitthvað varnarlega sem er að trufla þér. Já. Það er ekki sami kraftur og svona hraði í varnarleiknum hjá þeim og er í sóknarleiknum. Nei, ég sagði nú í byrjun útsendingar að það myndi leggja upp með þéttan varnarleik en mér finnst það ekki. Mér finnst það oft skilja bara 3 varnarmenn eftir á 3 sóknarmenn. Já. Þannig ef við fáum boltan upp miðjuna þá er allir möguleikar í stöðunni. Og reynir bara klaufaskapur að hafa ekki nýtt það betur. Þó að staðan sé 3-0. Þó sé 3-0. Og þetta er spil hérna. Hangir í henni. Já. Ef að vilja alltaf vera samkvæmur sjálfum sér þá spjaldi hann þetta sem hann gerir. Já. Lili Rutt fær fyrsta gula spjald. Hefði nú verið hægt að spjalda sóknarmann FH þarna. Slóna aðeins til Lili. Já, það var svoleiðis. Já. Við getur ekki séð allt. Nei, það er rétt. Það var góð tök á svona leik. Já, mjög flott. Og það er löng spinna.
Erna Guðrún að halda inn á en setja hann samt í innkast. Hann hélt hann ekki lengi inn á. Nei. Æsa kemur niður til að taka innkastið. F-fangar vilja fá vitlaust innkast og ég hef ekki mótmælt því. Nei, og það er dæmt. ekkert að mótmælt því. F-fangar Karolína vinnur boltan af Huldu. En 5 menn út af og Æsa kemur aftur með innkast og við erum svolítið mikið að spila okkur í vandræði. Já, við erum aðeins svo mikið að vera að missa hann rétt fyrir fram á vítateginu hjá okkur. Andrea komin með hann Leysir þetta vel. og Rakel brunar upp. Finnur Margréti, Margrét getur bótt hann lengur á Andreu. Nei, hún honum ekki og FH kemur þá í skyndisókn í staðinn. Bryndís. Hún gefur hann beint á Huldu. Huldu Björg gerir þetta vel. Nei. Það er svolítið mikið pingpong núna. Já, búin að senda aðeins svo mikið beint í fætnar á varnarmönnum hjá FH. Já, Hulda Ósk missir hana svo. Nei, Hulda Björg missir hana svo næst. Nei, Hulda Ósk fyrir ekki við. Og það er Karolína. Finnur Höllu á miðunni. Halla skiptir hann yfir á Ingibjörgu. Við komum henni upp, hægri bakvörðurinn og flottur bolti inn í enn eitt frábæri boltan í FH inn í en Lára. Hún er fyrir þessu öllu. Hún er mjög góð í dag. Andrea með fína bolta hérna. En hann fyrir beint í annað tímarkinu. Kemur honum fljótt út á Ingibjörgu. Ingibjörg á Guðnýju. Guðný yfir á Maríu. Þetta er alltaf komað hérna að F-löfnin. Það er stígandi í þeirra leik. Ég hef talað sjálf á mig. Ég var að koma með F-löfnin. Selma með flottan boltinn upp á Bryndísi. Bryndís kemur með fyrirgjöf. En það er yfir á fárinni tek eins og segir. Það er eins og stígandi í liðinu. Það er stígandi í liðinu líka þeim eins og mér. Margrét er komið með boltan hérna. Nei, eða hvað? Jú. Þetta er frábær bolti. Bolti fyrir. Sandra með hann á vinstrulöpunni. Nei, klikkar. Sandra María Jessen. Hún er búin að setja hann fram hjá stöngina yfir. Já. Það var breytt eftir. Láta verja frá sér. Það var bara tvennt eftir þá. Það er að skora og láta verja frá sér. Við skulum vona að markið komi næst hjá henni. Hún er búin að mjög óheppin í dag. Það er að komast í fín færi og klúra víti og svona en hún er að spila vel hins vegar fyrir utan það. Já, hún er að koma sér í færin. Nú aðtöku hvort að ég getum ekki fengið að sjá þetta hérna. Hörku sendi ekki á Margréti þannig í gegn. Margrét fær boltan hérna, kemur flotta sendingu inn. Sandra fer fram hjá markmannum. En hér er F-fangur konur upp hægra setur hún megin. rétt yfir. Flottu bolti fyrir en eins og segi, það er ekki eins og nálægt teiknum miðjumennir hjá FH. Skemmtilega gert. Og hún heldur áfram. Já, við erum komið hérna aftur Kemur mynd. hann í gegn. Og kemur inn í sendingin. Smá misskilningur þarna, en það bergast. Kemur Æsa með hann upp. Mísefnu sending og endar innkasti. Kristján. Hér er F-fangur með hann. Við vorum heppin á hann að F-fan hafði ekki nýtt sér þessi tækifæri sem við fengum. Við fengum þarna 3 lagleg tækifæri á mjög stuttum tíma. Já. Það er búin að svolítið mikið klöfa fyrir frammarkið. Og Halla með boltan. Þá Ingibjörg. Það er brott á henni. Rakel brýtur á henni. Aðeins og sein. Eins og ég segi, það er spurning með bara formleysi eða eitthvað. Það er ekki nema annar kantmaðurinn og sóknarmaðurinn sem mætir í tegi og miðjumennir standa bara langt fyrir utan tegin þegar boltinn er að koma inn í. Maður verður til að sjá allavega einn miðjumann
koma hann á ferðinni og Það sem mæta á milli þeirra. sem F-fæðingur er til í það. Já. En okkur finnst það fínt. Eins og þetta er. Það er Guðný sem kemur hérna og spilna boltanum inn í sem hún gerir vel og það er Marja Selma. Hættilegast leikmaður þeirra í Já. fyrstu leikatriðum og hún er eitt hörku skot. Það er smá líf í henni inn í teig en hún bara því miður er vinstri bakvörður og er því ekki oft inn í teig nema bara í fyrstu leikatriðunum. Ég er nokkuð viss um það, ef hún væri frammi þá var hún búin að skora. Allan búin að gera betur heldur en Erna Guðrún sem er í framlínu FH sem er ekki alveg búin að finna sín í teig Þórkáfa og að fá einhvern að pressa þetta ágætlega. Við þurfum að leita tilbaka á Bryndísi í markinu. Í þeim töluðum orðum þá flautar Vilhelm Adolfsson til loka fyrirleiks. 3-0 í hálfleik fyrir Þórkáfa. Hulda Jónsdóttir með 2 mörk og Rut Matthíasdóttir með 1 ásamt því að Sandra María klikkaði vítaspyrnu. Já. Mjög bara feskur og skemmtileg fyrir hálfleikum, myndi ég að segja. Já, nóga færum en við erum búin að vera svolítið heppnar að vera að halda núllinu en enga síður búin að gera þetta ágætlega. Já, og F-fæðingar líka heppnir að vera bara 3 mörkum undir. Já. En við tökum okkur aðeins pásu og komum með seinna hálfleikinn að vera með spori. Já.
Já, verðið velkomin aftur að skjánum. Seinni hálfleikur að fara af stað hérna hjá Þór KFO. Lengjubikar kvenna A-deild. Fyrsta umferð. Fyrsti leikur bara í Lengjubikarnum í ár. Staðan 3-0 fyrir Þór KFO og það var Hulda Ósk Jónsdóttir með 2 mörk og Rut Matthíasson með 1. Það eru 2 breytingar í hálfleik. FH skiptir markmann, Anita Dögg fyrir út af. Inn kemur Hafdís Erla og Lára Einarsdóttir fyrir út af hjá Þór KFO og inn kemur Agnes Birta Stefánsdóttir. Hún kemur á miðjuna og Hulda dettur niður í miðvörðin. Já, Hulda Björk dettur í hægri miðvörð. Enda Hulda getur spilað alla stöður á vellinum. Þannig að miðvörðin ætti ekki að veifast fyrir henni. Það er spurning hvernig seinni hálfleikurinn fer af stað. F-fangarnir voru aðeins farnir að sækja í sig veðrið hérna undir lok fyrri hálfleiks. Já, gaman að sjá hvort að Donni hefði aðeins látið Þór KFO heyra það. Slökk hann að sá hann undir lok fyrri hálfleiks. Og FH spila hérna öftustu línu. Það er Melkorka með sendingu fram. Það eru Hulda. Hulda kemur boltanum á Æsu, Æsa upp og Söndru og Margrét er alein hérna. Nei, Margrét, hún ákveður að fara ekki að markinu, heldur tekur við einn létta snúning, finnur Söndru aftur, Sandra mistur og þetta er inni. Já. Virkilega vel gert hjá Söndru. Sandra var ekki að fara að klúra þessu. Og ég held að það hafi verið þessi snúningur hjá Margrét sem setti vörnina alveg bara á annan fótinn og ég held það nefnilega líka. Sjáum hérna markið aftur, Æsa sendir boltanum upp á Söndru. Sandra finnur Margréti. Margrét, sjáðu, hún gerir alla ringlaða hann í vörðinni. Veit engi hvert hún er. Á hún finnur Söndru, sjáðu, Sandra fyrir létt fram hjá ringluðum varnarmönnum. Setur með vinstri nær, vel klárað. 47 mínútur liðnar og 4-0. Klobbi. Anna Rakel, nei, það er hún ekki hérna. Það er svo löng sending. Óskabyrjun í upphæðu seinna hálfleiks. Já. Spurning hvað þetta gerir fyrir FH, hvað þetta dreipir niður það neista sem var komin í liðið. Eða hvort það er haldið áfram að reyna að berjast. Það er spurning því að það er erfitt að koma út í seinni hálfleik 3-0 undir og ætla að fara að gefa eitthvað almennilega í og fá síðan mark í grillið. Já, það er mjög óþægilegt. Það virðist vera smá kraftur í FH eða þá. Selma vinnur boltan hana. Kemur hún tilbaka. Halla fær boltan. En missir hann, Sandra vinnur hann. Og ákveður enginn að segja Söndru að Karolína hafi læst hann aftan henni og Karolína tekur boltan af henni. Finnur Ernu, fær hann aftur. Erna sækir hérna á vörn Þórská en Þór KFO eru bara fljótið tilbaka. Selma sendir hann til hægri. Nei. Það er Rakel. Guðný leggur hann á Höllu, Halla með skot af. Já! Þetta var alveg 40 metrar eða ekki pluss. Já. Ég myndi segja það. Þetta var hann eitthvað í kringum 40 metra. Skulum sjá þetta aftur hérna. Halla með skot af 40 metrum og þetta bara syngur upp í Samuel. Það verður ekki þannig. Nei, það er bara svoleiðis. Þetta var mark leiksins. Mark leiksins klálega. Frábært skot. Staðan honum 4-1.
Í raut með hann. Reynir að finna Margrét upp í horninu. Guðný kemst fyrir þetta og missir boltann út í innkast. Það er Þór KR undirbúið skiptingu. Nei. Þess að einhver hafi verið að gera sig klára en það... Svo var ekki. Höldum við áfram með einbeitingarleiknum. Þetta var ódýrt, þjálfarinn er að fá panta þetta. Já. Selma með boltan henni til hægri og er þetta ekki Bryndís hérna. Komin með endamerkum, sendi boltan fyrir. Erna, nei, Lilji er undan. Og Selma á Ingibjörgu, þetta er frábær pressa, við vinnum boltan. Vel gert hjá Huldu, vinnur innkast. Rakel tekur, setur á Andreu. Andra tilbaka á Lilji. Agnes með hann út á F-fæðingar og innkast. Já. Rétt fyrir frá miði. Þetta var hættuleg sending hjá Huldu Björg. Og það er Erna Guðrún, boltan hérna, sendir hérna Bryndísi. Bryndís tilbaka, þetta er léleg sending. Margrét komast inn í þetta og Andrea á Söndru. Aðeins og stutt en Margrét nær honum og sjá Huldu hérna vinstra megin. Nei, hún ákveður að gefa Söndru, Sandra fer að vera vinstri löppina og ætlar að skrúa hann í fjær. En það er María Ég Selma. verið að sjá hann senda hann vinstra megin á Huldu sem var að koma á ferðinni. Getur því að vera alveg saman á þér. Þá er það FH. Sækir hann upp hægri í kantinn svona, þetta er vel gert en aðeins og langt. Sending upp á Huldu sem er með tvær í sér en heldur hún samt, frábærlega gert. Hún er komin hérna og tekur skot en Melkorka kemur út af vörninu og verð þetta en Hulda heldur áfram, þetta er ótrúlegu dugnaður í henni. Og það er innkast hérna. Andrea með boltan á miðri. Og tilbaka á Bryndís í markinu. Bryndís á Huldu. Hulda með langa bolta fram á Söndru. En þar er María Selma. Hulda vinnur hún þó aftur. Tapar hún aftur. Vinnur hún aftur. Og kemur tilbaka Bryndísi. Bryndísi yfir á Rut. Rut kemur á Rakel, farin aftur. Þórká þarf aðeins að halda boltan núna. Aðeins að fá kontról á leikinn aftur. Hulda upp á Æsu. Æsa finnur Andreu, þetta er málið. Láta F-fáingar hlaupa aðeins. Andrea niður á Lilji. Skynsamlega gert. Rut. Beru upp boltan núna. Þurfum að finna miðsvæði, það er orðnar þreyttar á miðunni. Lilji með skiptingu yfir. Þar er Æsa, tekur á mótanum. Kemur hann á Andreu, Andrea stígur. Höllu vel út og kemur svo með sendingu með vinstri. Þar er Guðný. Og þetta er vel getið Sandra. Sandra og María hérna í kapphlaupi. Smá peysutók og við fáum aukaspyrnuna. Vel getið Söndru. Skrítið peysutók hans með. Þetta var lítið peysutók.
Svona smá bara svona rétt. Skrítið líka, Já. það sem sóknarmaður var fyrir framan Söndru eiginlega allan tíman. Nei, Varnarmaðurinn, já. Þannig að það var eiginlega svona, myndi maður segja, óþarfa brot. Algjört óþarfabrót. Bara eins mikil óþarfa verður. En hún hafði kannski ekki trúið sjálfur sér og fannst þess að Sandra kannski væri að fara að taka sig á sprettinum. Já, Sandra hefur alltaf verið að laupa hringinn í kringum hana. En það er Rakel með aukaspyrnuna. Flott spyrna. Flott spyrna. Það er María Selma. Hún hafði mikið fyrir henni í báðum íttökum. Já, mjög sterk í fyrstu leikatöku. Hún kemur þessum bolta í horn. Það er Andrea Mist sem ætlar að sparka þessu inn í. Kemur spyrna, þetta er flott spyrna. María Selma er hana, Anna Rakel og Hulda fær hann en Skot sem er varið. það er Hafdís sem er þetta. Hafdís kom með eitt varið skot. Og við spilum boltanum alveg tilbaka. Rut snýr, finnur engan. Þó Rakel er komin hana. Rut fann aftur frá Rakel. Lili skiptir hún yfir á Huldu. Það á Sandra og Huldu. Þetta er vel spilað. Já, þetta þá kemur hugmyndin fín hjá Andreu en köllum meira til þessu, halda boltanum, finna miðin og skipta honum yfir þannig. FH-stelpurnar eru orðnar þreyttar. Og Ingibjörg með ykkastið. Sending fram í FH en Lili sér við þessu. Sendir boltanum tilbaka á Bryndísi sem kemur með frábæra sendingu á Rakel. Rakel á Agnesi, Agnes, Rakel, þetta er vel gert. Lili fær boltanum tilbaka. Andrea með no pláss, setur hann hérna út í innkast. Já, annað skiptið á mjög stundum tíma. Þetta var ekki að góð hugmyndu á hann. En FH, hvað, tvöföldskipting? Sýnist það, alltaf tvær hann að gera sig klárar. Og það er Selma Dögg sem fer út af ásamt í að Helenósk skiptir einnig út af. Selma búin að vera ágætt á miðunni en það er minna farið fyrir Helenu. Já, mjög lítið sést í leiknum. Bryndís færi sig hérna yfir þá vinstrikantinn og leikum við nú 17 Nadia sem kom inn á. Nadia Atlotti sem kemur á hægri kantinn. Já. Það er Rannveig Bjarnadóttir sem kemur inn á fyrir Selmuna miðu og hún skokkar strax hérna út til hægri til að taka aukaspyrnu. Greinlega spyrnum góður. Já. Sjá hvort að þessi skipting gerir ekki eftir muninn. Það kemur hérna spyrnan. Þetta er fín spyrna, beint á Guðnýju sem gerir ekki nógu vel. Og við komum boltanum í burtu, Rannveig aftur á Melkorku. Melkorka með bolta beint á Söndru, núna er það Margréti Galopinni frí í miðunni, hún fær boltan. Eða hvað, Hulda? Nei, Hulda er þó með hann ennþá. Lítið að gerast núna, stígur á boltan, stendur upp aftur. Með fyrirgjöf sem Melkorka hreinsar í sin eigin mann. Já. Og Þór K. vinnur boltan aftur. Það er Lili út á Huldu.
finnur Æsa á Söndru, Sandra missir hann, Karolína missir hann líka, Andrea með skot, hún getur skotið. En þetta var víðsfæri. Donni ánægður með þetta. Donni ánægður með það, ég sjálfsög ánægður með þegar Andrea og Anna Rakel skjóta, það eru mjög góð skotmenn. Þurfa að gera meira af því að lúðra honum markið. FH heldur áfram að spila í vörninni. Svo ég sagði á hann aðdáunarvert. En þetta var ekki góð ákvörðun. Andrea aftur komin í gott skotfæri. Ákveður að gefa hann Huldu aftur. Þarna Anna Rakel. Nei, og það er woman down. Fengið þennan beitt í andlitið. Þetta getur ekki að vera gott. Það vonandi að það hefði verið sendingi á Anna Rakel en ekki skot. Þetta hefði verið skot, þá var hann ennþá líkjandi held ég. Já, ég myndi halda það. En það er Anna Rakel með Karolínas pappa síns og getur látið boltan finna fyrir því. En Halla virðist verið í lagi. Og FH spillan boltanum aftur til Þórkáa, fair play. Fara nú samt beint í pressu. Enda 4 undir. Bryndís leysir vel á þessu, finnur Rut gerir þetta skynsamlega, spilir tilbaka. Karolína í pressunni. Já, Nadia með góða sprettana en mista svo og Örna lífur í Lilju hérna og það er að sjálfsögðu gutt spjald samkvæmt framgöngu leiksins hingað til. Annað eða þriðja gula spjald sem FH fá fyrir peysutók. Já, og örugglega þriðja eða fjórða sem þá bara fyrir brot eftir að hafa mist mann fram hjá sér. Þú segir Káa, svo ræddum hérna fyrir leiknum, Þór Káa virkar feskari. Já, það eru feskari fætur. Já, það er meiri kraftur í þeim og það eru oft skrifin undan. En það er Donni að láta þær æfa alveg eins og atvinnumenn. Það er æft mótna og kvöld. Það á að vera í toppformi þegar pepsdeildin byrjar í sumar. Sandra tekur hann á kassan. Kemur hann út á Rut. Rut finnur Önnu Rakeli. Lilli fara, Lilli leyfir sér einn hérna langan á Huldu Ósk. Hefnast, Hulda tekur hann niður. Hulda með sjálfan frá sér. Það er aðeins fyrir að draga Huldu. Skiljanlega, hún er búin að vera allt í öllu sóknarleiknum. Mjög dugleg. Andrea heldur boltanum vel, kemur hann til hægri á Æsu, nær Æsa þessu, já. Æsa tekur gamla góða gafreifingu. Setur hann svo vinstri löppina sem er greinilega ekki sterkar löppin. Margrét vinnur hann aftur en reynir aðeins erfiða sendingu. Og bolti fyrir aftur fyrir Endamörk. Og Æsa er velunnuð með skiptingu á margsteðin sínum. Það er það sem var gott að hérna leika var enn Huldan inn á. Já. Hulda Karin er að koma inn á. Hulda Karin gríðarlega efnileg stelpa. En hún verður 16 ára þessu ári. Hún kemur bara beint í vingbakkin hægra megin sem Æsa var í. FH sækir hérna. Bryndís sparkar boltanum út beint á Rannveigu. Og
Erna Guðrún missir boltan út af. Þjálfari FH pantar enninu sinni dóm hérna og hann fær hann. Hann bað hendi hérna og... Hann búið mikið í því í dag. Hann heldur því örugglega áfram meðan hann fær það. Fær það sem hann pantar. FH með aukaspyrnu á hættulegum stað. Og það Rannveig. Rannveig kemur bara, það bara skot. Það bara ekki flóknar það. Það var fínast skot, en Bryndís var ekki vandræði með þetta. Kastar hann fram að Andreu en Erna Guðrún undan. Agnes í baráttu. Tapar henni. Karolína spila vel við Höllu. Karolína, nei. Já. Réttilega dæmt. Já, samt ekki pantað. Ekki pantað, nei. Ótrúlegt samt. Það gott að Vili hafi séð þetta sjálfur bara. Rannveig skaut af 35 metra færi á hann en hún fær ekki taka þessa sem af 30 metrum. Já. Það Guðný sem tekur það. Hún hefur sýnt hérna í hreinsunum sínum að hún með góðan fót. Þetta líklega beinri rist. Beint á markið. Og tipplar þessu tánum. Og þetta bara flott spilna. Fína spilna. Vantar aðeins kraft í þetta. Og aftur Bryndís ekki vandræðum. Kemur boltanum aftur hægt í leik og við töfum honum aftur. Okkur líka kannski aðeins svo mikið á að koma boltanum í... Lítið að gerast í sóknarleiknum hjá okkur í dag. Í seinna hálfleik. Kemur fyrirgjöf. Karolína eftir. Karolína kemur honum út. Það skot frá Bryndísi en þetta var töluvert langt fram hjá. Já, við þurfum að finna taktin aftur í sóknarleiknum. Það dottið niður. Byrjuðum seinna hálfleikinn af krafti hérna og skoruðum strax bara eftir 1,5 mínútu eða eitthvað. Lítið sem ekkert annað gerst í seinna hálfleik, sóknarlega. Já, enn einu sem töpuðu boltanum hérna, klaufalega. Þetta kallar maður bakkritíku að gamla skólanum. Viljið sá þetta og svo hendur hún sér fyrir þetta líka. Já. Þetta hefur léttilega getið verið 2 gul hérna. Mjög léttilega. Hún fær gult fyrir seinna aftökið. Sleppum með 1. Og það var Agnes sem fyrir guðlarspætið, það ekki? Jú. Nýkomin inn á, 67-15 á klukkunni. Það var að Hallamæna sem vil reyna næstu aukaspyrnu og það skotteðsending sem Anna Rakel Kardi sparkar í horn. Og það Rannveig sem ætla að taka þetta horn fyrir að fá. Nú þarf að passa Maríu Selmu. Helst að tvítekkana, en hún laus bara hana, en fær ekki boltan. Nei, boltinn beint út af. Slök hotspinna. Boltinn aftur fyrir. Bryndís tekur markspyrnuna fljótt. Og viljum við fara að halda boltanum aftur aðeins. Nei, okkur meinilega það. En okkur tekst samt að gera það, Rut. Leysar ágætlega úr þessu, fær boltan aftur. Finnur Margréti. Margrét missir hann. Já, við erum bara ekkert að komast yfir miðju þessar mínunar. Nei, það ekki góður kraftur í FH þá. Já, að setja almennilega pressu og að vinna boltan og fá aukaspyrnur og hotspyrnur. Já, og María Selma komin hérna á skeið. Sendir boltan út af Bryndísi. Bryndís. Já. Halla kemur boltanum út á Ingibjörgu. Ingibjörg á Huldu, Hulda sterkari, vinnur boltan. Anna Rakel í burtu, ekki langt þó, Halla þar. Og Karolína. Karolína með skemmtilega vippu í hornið. Mjög skemmtileg sending. Þetta ekki Ingibjörg aftur hana, Ingibjörg með... Þetta var ekki nógu góð sending. Ekki eins skemmtileg sending. Nei, en bara ég verð að segja það, FH að taka öll völdin á vellinum. Miklu sterkari.
Karolína reynir sendingu þarna. Þór K er í nauðvörn, við erum ekki hrifnir af þessu. En hann að gera FH mistök, Sandra kemur boltanum á Huldu. Hulda Karin með fyrstu snertinguna sína. Gerir þetta vel. Já, og þá þurfum við bara að setja boltan aftur. Flott hjá Andreu, Andrea yfir á Rut. Ruti farin aftur hérna. Og sending upp í hótt. Anna Rakel með sendingu á Huldu. Hulda leik hérna skemmtilega varnarmanninn. Kemur upp endamerkum. En það er eitthvað vantar eitthvað kraftan það. Já, einhver sofandi áttur þarna í sóknarmönnum. Við vorum samt með 5 stelpur í teig, við hefum geta getið betur á þessu. Ekkert var úr þessu. Og FH kemur upp aftur. Og skipting hjá FH. Það er hægri bakvörðurinn Ingibjörg sem fer út af. Erna Guðrún kemur þá niður í hægri bakvörð. Og inn á kemur Alda Ólafsdóttir, hún fer fram. Það er niður, þú kemst alveg niður. Hann verður að vera hérna, hann verður að vera hérna. Svo K að gera líka breytingar, eða eina breytingu. Hulda Ósk út af og Karen María kemur inn á. Karen meina önnur gríðarlega efnileg stelpa. 16 ára á þessu ári eins og Hulda Karen. Og þetta er bara önnur stöðuskipting. Hulda Karen kemur á vinstri kantinn fyrir Huldu. Nei, Karen kemur á vinstri kantinn fyrir Huldu. Rut með boltan í vörninni. Kemur hún upp á Agnesi. Agnes reynir sendingu en Melkorka er þar. María Selma kemur hún út á Bryndísi. Bryndís miður góða sendingu. En Hulda kemur þessu í innkast. Lili kemur ekki boltanum langt. Karolína með skot en það var aldrei hægt að þessu. Nei, tvöðlaust framhjá. Við þurfum að fá meira kontról aftur á leikinn. Nei, Rakel spillir boltanum fram. Erna Guðrún er þar. Sendir á Guðnýju. Guðný með hættulega sendingu, Sandra kemst inn í hann, hún er að 3 á 3 hérna. Sandra fer á vinstri löpina og með skot rétt framhjá. Má sjá þetta aftur. Guðný sendir boltan, Sandra gerir vel, les þetta. Setur boltan á vinstri löpina og með ágætt skot en það fer rétt framhjá. FH-ingarnir eru búin að gefa okkur 3-4 svona færi í leiknum. Það sem bara að senda beint í fæturnar á sóknarmönnum. Það er vegna þess að það er að reyna að spila eins mikið og geta út af vörninni sem við erum hrifnir af, en það getur stundum verið hættulegt. Það má á undirbúrstímilinu. Já. Sandra kom með boltan tilbaka á Huldu. Hulda finnur Söndru. Sandra með vinstri á Lili. Ég átti þessu samtali við Söndru þar sem hún var ekki viss hvort hún var í réttvætt eða örfætt. Með þann leik myndi ég segja hún var örfætt. Hún er búin að nota vinstri löpina aðeins meira.
Löngspilna. Lilji vinnur. Og það er Rannveig á Öldu. Alda með sín fyrstu touch í leiknum. Ger þetta ágætlega. En Rutt kemst fyrir skotið hennar. Karen tekur boltan niður. Kemur á Rakel. Rakel á Margréti. Margrét Agnesi og nú verður Agnes ákveður að róta niður, sendir baka Huldu. Hulda kemur boltanum á Huldu Karni. Sandra, 5 manna vinstri-löpina á Margrét. Margrét tók augun á boltanum hann í smá stund, en náði samt. Og þetta er bara mark, það er ekkert flóknara það. Já, það er Karin María. Á Karin María. Eftir að Agnes hafi, ef ekki segja bara lagt hann á hana. Jú, ef ekki segja það frekar en skot. Já. Og það var leikmaður nr. 16, Karen María Sigurgeirsdóttir sem skoraði 15 mark á Skáa. Það loksins hófst þetta allavega í sóknarleiknum. Það hafðist þetta og það verður eitthvað úr þessu. Og mikið af sóknum og bara uppspili sem rennur út í sandinn bara því að það kæruleysi bara og litlum taland oft sem menn veit ekki hver er að koma í bakki og hver ekki og annað. Já, ég tæknilega eitthvað stiðið, menn ég næ ekki að koma endursynninga á það, en það má alltaf bara skrolla aðeins tilbaka á YouTube og kíkja á það þurr. Það var flott mark. Og Karen kom boltan, sendir hann á Andreu. Andrea á Huldu Karen. Hulda komin að tegnum. Já. Átturgláður sending, en endaði bara í fínu skoti. Já, bara rétt yfir slána. Og við erum bara að vinna boltan aftur hérna, Þór Káa. Bryndís með hann í markinu. Við vorum út á Rutt. Við erum tilbaka á Bryndís. Bryndís kemur boltanum frá. Og við fáum innkast. Og Agnes setur hann bara beint út af. Og Erla Guðrún með innkastið. Finnur Guðnýju. Og Alda með flotta sendingu Karin, en Hulda Björg gerir mjög vel. Og fáum við markspyrnuna. Já, sýnst hún að tækla hann rétt í tanna á F-fæðingnum. Og þá er það skipting. Það er Margrét Árnadóttir sem skokkar út af. Er þetta Arna sem er að koma inn á? Já, mér sýnist það að vera Arna Kristins og Harpa síðan að koma í marki. Það er markmannskipti, Bryndís út, Harpa inn og það er smá breyting núna á stöðunum hjá Þór Káa. Arna kemur í hægri miðvörð. Hulda upp á miðju og Andrea kemur fram. Og fyrsta sem Harpa gerir er að taka markspyrnu. Leysir það ágætlega. Vandar Vaxinn. Já, hún hefur tekið markspyrnuna áður. Það er ánægð að sjá Huldu aftur á miðjunni. Það vantar aðeins. Já, þó hún hafi gert mjög vel í vörðinu, þá er hún tölvöld betri á miðjunni. Það vantaði smá kraftinn á miðjunni, hún flott sendingarna, en Sandra réttur innan.
Flöggur Rangstad réttilega. Guðný með boltan. Sitt hann upp en Anna Rakel þar. F-fáingar fá innkast, Erna Guðrún. Til baka á Guðnýju. Og Hafdís spyrnir boltanum langt fram. Lili skallar hann. Já, vel gett á Karlínu. Karlínu er búin að vera mjög fersk hérna í sinna áleik. Já. Hún er að hlaupa og berjast og hún er ekki búin að gefast upp. Þór Káa leysir hérna vel úr þessu. Andrea fær boltan. Kemur með hann upp á Huldu. Og þau eru góðan inn í. Hulda Karen kemur um endamörkum. Þetta er vel gert til Bryndísi. Já, og hann vel tilbaka þarna og bergaði hótt. Bryndísi er búin að eiga flottan leik líka. Hættulegi fyrir á leik með fullt af góðum fyrirgjöfum og búin að vera dugleg hérna í seinna leik. Það er Anna Rakel sem kemur og tekur innsving. Búin að vera með frábæra hotspinnur. En það hefur vantað svona herslumuninn sem ég spái að komi núna. Þetta er fín spyrna. Nei, Títna María Selma. Hver önnur? Skallar til byrtu. Þetta er vel gert hjá Huldu. Tekur Bryndísi hérna. Og Anna kemur núna Rutt með hann fram. Melkorka tekur hann niður, kemur hann í leik á hægri kant. Það er Nadia, eða ekki? Nadia sendir hann út. Fít bolti fyrir. Já, flott. Ja, þetta er vel gert hjá Hörpu. Virkilega vel gert. Flott innkomu í Hörpu. Gott að byrja á einu svona. Hulda með boltan upp á Andreu. Andreu aftur á Huldu. Æ, Hulda. Kærlaus bolti. Já. F-fáingar reyna að spila helst í gegn en fólk hafa verið þessu öllu. Arna fær boltan. Setur hann á Huldu. Arna aftur á Örnu. Sandra með frábæra sendingu. Sýndist að vera smá peistók hana. Já. En það þarf aðeins að hægja á Karinni. Já, nánast snögg stoppaði bara. Já. Það var mjög skrítið. Og það er, nei, það er hættulegasti leikmaður FH sem er tekinn út af. María Selma. Á vonandi fáum við fleiri föstleikatriði. Það er ekki bara einu eftir, það er Úlfa Dís sem kemur inn á. Síðasta skipting FH. Úlfa Dís kemur í hægri bakvörðinn sem þýðir að Erna færi sig þá aftur. Færi sig í vinstri bakvörðinn, já. Já. Þannig að Erna er byrjaði svona frammi. Í hólunni. Já, bara alveg frammi. Já. Endar í vinstri bakvörðinn. Fór í hægri bakvörðinn og síðan í vinstri bakvörðinn. Já, og sama tíma þá færum við Söndru yfir vinstra megin og Karen kemur hægra megin. Já, Hulda heldur þessi ná, kemur hann með Andru. Andra gerir mjög vel á Agnesi og þetta er bara skotfæri að sjálfsögðu. Rétt framhjá. Fín tilraun. Ekkert að þessu. Sjá þetta hérna aftur. Andra gerir vel. Agnes tekur á móti honum. Skot sem er bara rétt framhjá.
Fá hugsanlega að koma sér aðeins í vandræði það. Hann leysar ákveðlega þessu, Karolína var hann. Leysa vel úr þessu. Bryndís. Bryndís endur henni rángstöð, þarna alltaf ekki. Já. Hárrétt. Þetta var hárrétt. Og negli boltanum í burtu. Það Villi horfir fram með því. Já, já. 8:10 á klukkunni. 5-1. Við viljum sjá 1 mark í viðbót allavega. Nægur tími til þess. Arna, nei. Bryndís kemst inn í og Bryndís sækir. Ég ætla að vona að Arna hafi ekki miskilið mig, ég vil fá mark frá okkur. Hulda Karen kemur boltan. Flott sending á Karen. Karen er undir í baráttunni gegn Melkorku. Melkorku kemur boltanum fram. Agnes með skalla. Arna gerir vel á gamla góða reynumtaklega gafningin hjá Huldu. Svínur ekki alltaf. En við missum hann jafnóðum og við vinnum hann. Þetta er Nadia, hún er öskufljót. Já, hún er öskufljót með feskalæppir. Það er eins og það er engin inn í neða framherrinni á. Nei, hún gerir vel og fara auksfunnu. Það kemur Rannveig. Það er nú ekki oft sem að segja þetta, menn nenn ekki að hlaupa fram en þeir nenn að hlaupa tilbaka. Já. Ég held að virkaði yfirleitt öfugt. Já, það virkar þannig í kallaboltanum á þarna. Já, það er þannig í kallaboltanum. Konurnar eru aðeins samviskusamari. Já. Það var Rannveig. Hún kemur með hann bara niðri og veikt skot sem Harpa grípur á endanum. Spinn út á Örnu, fær hann aftur. Rutt upp á Agnes. Agnes á Huldu. Þurfa að færa liðið hans framar. Andrea vill fá hann upp í hótt. Snýr bakki hann og sér ekki að sendingin var komin. Og var ekki nákvæm. Bryndís en Hulda er búin að vinna aftur. Hulda yfir Agnesi. Núna er Rakel alveg frí vinstra megin. Frábær sending í Agnesi yfir Andrea klaufið þarna. Náðu ekki að skila boltanum nú vel. Nei, fyrsta touchi sveik hann líka. Andrea á að gera betur, hún veit það. Halla kemur boltanum Karolínu, þetta getur verið hættulegt. Karolína með Nadiu hérna hægra megin. Flott sending. Það er núna 3 inn teik. Kemur boltinn, Bryndís. Gríðarlega vel gert hjá Huldu Karinni. Kemur boltanum burtu en Halla vinnur aftur. Rannveig á Karolínu. Karolína með boltanum fyrir að Bryndís aftur. Harpa gerir þetta gríðarlega vel. En það er dæmd rangstaða. Já, þjálfari FH vill líka á 1 mark í viðbót en frá sínum konum. 2 mínútur eftir á venjulegum leiktíma. Búið að vera ógreinlega skiptingum en það verður kannski bætt við 3 mínútum en lítið annað búið að gerast. Já, lítið annað en tafir leiknum. Sem betur fyrr. Já. Upp með hann. Finnur Söndru, brotað Söndru, nei. Vilji segja áfram með leikinn. Halla með boltan. Og bara setur hann beint út af. Já, klaufaleg sending. Rakel með innkastið á Huldu, Hulda kemur hann aftur tilbaka á hana. Lilli skallar boltanum burtu. Halla skallar niður á Karolínu. Karolína á Bryndísi en Agnes kemst fyrir þetta. Guðný fær boltan. Núna á Karolína. Á Guðný aftur. Út á Nadiu.
Núna eru F-fáingar fjölmennir í teik, en þá kemur ekki nógu góð bolti sem Arna sparkar í horn. F-fáingar bara mjög mikið að fyrirgjöfum í leiknum, en bara hvort fyrirgjöfnir sé ekki að hitta eða mannskapurinn ekki nægilega grimmur inn í, það er annað hvort eða. Já, það má deila það. Rannveig, ætla hann taka þetta stutt, nei. Huldan er að leysa þetta. María Selma frá út af, þannig að þetta ekki ferð á hausinn á henni. Arna kemst í þetta á Huldu. Andri að færa sig framar. Erna og Halla. Halla út á Rannveig. Rannveig sendur hann inn fyrir og Nadíu, þetta er vel spilað. Nadía komin upp endamörkum með flottan bolta fyrir og Karolína, en skot til Lilli. Arna kemst fyrir þetta. Nú, Arna. Var það ekki? Ekki svona við komumst allan fyrir þetta. Ekki var mark og FH smá misskilningur. Smá skortur á misskilningi hérna. Þór K hefur ekki áhuga að halda boltanum, þeir bara koma hann til að fá einhverja. Rannveig tá Úlfu. Úlfa missir boltan. Sandra vinnur sér inn í kast. Við held sveimur þá Þór K hafi ekki farið yfir miðju síðustu 5 minútur. FH það var ekki verið mikið að allavega. Nei, FH búin að með góða pressu. Þór K bara að vinna sér tíma núna. 91 og 16 á klukkunni. Agnes á Huldu, við missum hann enn sinni. Bryndís með flott skot. En vel varið á Hörpu. Frábær vaxlag á Hörpu. Sjáum þetta aftur hérna. Hulda, við missum hann aðeins. Bryndís með frábær skot. Þetta er greiðarlega vel varið. Vel staðsett líka hjá Hörpu. Blakránum til horn. Kemur hornspyrnan. Og það er aftur engu betur en áðan. Nei, aðeins betur, hún fór enda í stöngina þessi. Harpa á Rut. Rut tilbaka á Hörpu. Og Rut fann aftur upp á Söndru. Sandra ekki gert neitt síðan hún færði sig yfir á vinstri kantinn. Rakel kemur tilbaka á Rut. Rut á Hörpu. Við missum boltan eins og en Bryndís kemur með hann á Höllu og Halla aftur á Bryndís, en Arna er hann af, kemur boltan á Höldu. Hulda Björg með boltan. Já, farðu lengra. Nei. Það er komin einhver þreyta í Þór K. Það gengur erfiðlega að halda boltanum. Spilur líka fyrir áleikina gífurlegu krafti. Já, þannig að við getum að tala þetta eðlilegt að sé komið smá þreyta í mannskapinn. Já. Og þá flautar Vilhelm Mattason til leiksloka. 5-1 sigur á FH. Sanngjarn sigur, eða ekki allir? Jú, ég myndi segja mjög sanngjarn sigur og bara samfærandi. Með við fyrir áleikinu og bara gangleiksins í seinni. Það var lítið sem færi á báða og Þór K að spila þetta bara mjög vel, svona heilt yfir. Já. Aðeins kærulausar í restina, þess að það voru að gefa fellt mikið af boltum frá sér rétt fyrir utan vítateigin. Ekkert var á því sem betur verið. Það kom ekki að sök. Næsti leikur Þór K er laugardaginn 18. febrúar. Já. Á móti Val. Í Bónum klukkan 7 og K.A. TV ætlar að sína þann leik. Þeir sína K.A. Víking Reykjavík klukkan 5 og strax á eftir munum við sína Þór K.A. Val. Mörk Þór K.A. í dag. Hulda Ósk skoraði 2
Sandra María 1, Rut 1 og Karen María Já, 1 mark. mikið rétt. Mark FH skoraði Halla Mansdóttir sem við völdum mark leiksins. Já, algjörlega. Virkilega gott skot þar. Við þökkum fyrir þá í dag. Já. Atli Fannar og Petti kveðja og sjáumst bara næsta laugardag. Já, sjáumst.